Ég ætla að fara stuttlega yfir möguleikana á því að deila skjölum í Microsoft 365 með áherslu á OneDrive. Hér er ég staddur á heimasvæðinu í Microsoft 365. Þetta er það fyrsta sem mæti mér þegar ég logga mig inn. Og það sem ég sé eru recommended skjöl og ég sé líka quick access. Það er að segja listi yfir þau skjöl sem ég hef síðast verið að sýsla með. Hér er til dæmis skjalið presentation og ég var að fikta eitthvað í því fyrir 4 mínútur síðan. Ef ég fer yfir þessi skjöl þá fæ ég tækifæri til þess að opna þau bara með að smella. Það birtast líka tveir hlutir. Fyrsta lagi sér takkin hér og í öðru lagi more options takkarnir 3 hérna. Ef ég smella sértakkan að þessu ákveðna skjali þá fæ ég 3 möguleika til að deila. Ég fæ Teams, ég fæ copy link og ég fæ e-mail. Teams möguleikin þýðir að ég ætla að deila þessu með grúppu eða á rás eða með einstaklingi í Teams. Copy link, þá er ég að afrita krækju sem ég get sendt í tölvupósti eða í einhverjum chatti, spjallforritum eða slíku. Og svo e-mail, þá er það sem ég sendi í tölvupósti. En takt eftir því að það er mismunandi eftir því, hérna er þetta skjal sem ég á presentation, en ef ég fer á skjal sem ég á ekki, þá fæ ég bara þennan Teams möguleika. Þannig ég hef ekki alltaf þessa 3 möguleika. Og takt eftir öðru, að hér hef ég þessa 3 möguleika, e-mail, copy link og Teams. Ef ég fer á punktana og fer hér í sér, þá eru nákvæmlega 3 möguleikani hér líka. Þetta er alveg sami hluturinn. Þannig að ég ætla að smella hérna á sér og ég ætla að byrja að velja copy link. Ég ætla ekki að fjalla neitt Teams möguleikan hér og nú. Copy link fæ ég lítið og einfalt viðmót, það er bara búið að kópra þessa kræki og ég get deilt henni áfram á hvern þann sem ég vil að hafa aðgang að þessu skjali. En það átti alveg svona spurning, hvað var ég raunverulega að gera? Hvaða heimildir var ég að gefa? Og til þess að skoða það, þá fyrir ég hér í settings. Og þá er ég eiginlega að segja, ef þú hafðir aðgang að þessu skjali fyrir, þá er hér slóðin, hún manns kannski ekki hvað það er eða annað slíkt. Ég get líka sagt, ég vil bara deila þessu með öllu í menntaskíinu og ég get líka sagt, ég vil bara deila þessu með öllum í heiminum, öllu sem hafa þessa krækju þar að segja. Og ég get ákveðið hvað viðkomandi getur gert, getur hann skoðað eða getur hann gert einhverja breytingar og ég get með þess að takmarka aðgangin við einhvern tíma, þar sem hann mun renna út á einhvern ákveðnu tíma. Ég get sett lykilorð og ég get bannað að viðkomandi sæki skjalið. Ok, ég ætla að hafa hérna anyone, það er kannski ekki það sniðuðasta, en ég geri hérna apply engu að síður. Nú er krækjan komin og ég get senda hana í tölvupósti með límana þar inn eða spjallforritum eða hvað sem er. Ok, þetta er sem sagt hér inn í Microsoft 365, upphafssíðunni, heimasvæðinu. Nú ætla ég að fara yfir í sjálft OneDrive-ið. Ég er búin að opna það hér svona til að flýta fyrir, þannig ég smelli hér á OneDrive. Hér sé ég sama skjal og ég get farið á samanskapi á punktana 3. Ég get sérað, ég get copy link, en ég hef líka þennan möguleika sem sagt að smetla á sértakkan. Þegar ég er með þennan möguleika hér, þá kemur ekki upp þessi 3 valmöguleika. Þegar ég smetli hérna, þá opnast þetta viðmót beint. Og það sem meira er, þetta viðmót er allt það sem ég þarf. Hér er ég með copy link takka. Þannig að einfaldasta leiðin til að deila er að slá bara inn tölvupóst, getur verið einhver innan stofnunarinnar eða í menntaskíinu eða bara utan þess vegna. Ég get bætt við hér. Þú þarft að skilgreina hvað viðkomandi getur gert, getur hann breytt skjalinu eða bara skoða það og svo bara skilaboð. Hér eru skilaboð. Og svo ít ég bara send og þá fær Guðrún Hallgrímsdóttir tölvupóst sem segir að Fjalar hafi deilt þessu skjali með henni. Það er eitt sem er ágætt að hafa hér í huga, að það er ekki góð regla að skýra ekki skjölin, því að presentation PPTX segir ekki neitt, en allavega ég get deilt þessu svona og ég ætla bara að gera það vel hérna. Gunnu Ingonu, hér er tilrauna deiling á skjali. Við er að búa til leiðbeiningar. Bara svona, og hún hefur aðgang til að skoða það og ég íti bara send. Ok, ég er búin að búa til linka þessu að krækju og búin að senda hann á Gunnu. Ég get líka farið hér og bara smelta aftur á þetta og gert þessu vorum að gera áðan. Þar að ég get búið til
krækju, ég get farið hér upp, sjáu þið, annarkvæmt hérna er sharing settings eða hérna, ef ég smelli hér, þá fæ ég þessar stillingar, ef ég smelli hér, þá fæ ég nákvæmlega sömu stillingar. Þannig að nú ætlum ég bara að deila þessu með fólkinu í menntaskíinu. Ég ætla að segja að þau geti breytt þessu. Nú er ég að deila þessu skjali, ef ég geri hérna apply, til þess að klára deilinguna, þá þarf ég annarkvæmt að senda þetta á einhvern eða kópera linkin. Ég ætla bara að kópera þennan link. Svo hætti ég við einhverju hluta vegna og hugsa, ok, býtu, ég ætla að deila þessu með öllum og ég er búin að gleyma hinu líknu, þannig ég fer aftur hér og ég geri apply og geri copy link. Nú er ég raunverulega, þetta var alltaf ruglíslegt hjá mér, ég er búin að kópera hvað? Ég er búin að deila skjalinu 3-4 sinnum, mismunandi hópa, mismunandi heimildum og mismunandi tegundir, bara ég er búin að kópera linka og senda þetta. Hérna niðri, manage access, get ég alltaf smellt á og þá sé ég með hverjum ég hef deilt skjalinu. Ég sé að ég hef deilt í með Sigurði Fjalli Jónsssyni, sem er náttúrulega ég, eða Guðrún hérna Hallgrímsdóttir, hún getur skoðað og ég líka sé hérna að það eru 4 krækjur að þessu skjali sem ég bjóð til og það eru ekki eins. Ég get afritað þessa krækju, ef ég vil senda hana aftur, ég get breytt henni eða ég get hreinlega eytt henni. Þannig ef ég hef sendt hana óvart eða hættu við að láta viðkomandi geta opna skjali með þessari krækju, þá get ég bara eytt krækjunum og svo framvegis. Þessi takki er í raun og veru allt það sem þú þarft til þess að deila skjölum. Eitt samt í viðbótar. Ef þú fer hér upp í skjali sjálft, þá er líka takki hérna hægra megin, share. Og ef þú skoðar hann, þá er hann mjög líkur. Hann er með share, hann er með copy link og svo er hann með einum auka möguleika sem heitir link to this slide. Share takkin, ef ég smella hann, af því að ég er núna á forritinu á netinu, þá er hann nákvæmlega sami og vorum að skoða á það. Þú getur sendt, það er að segja, slegið þinn nafn eða þess að tölvupóst, ákveðið hérna heimildina og skilabóð og ít á send, eða þú getur farið hér og skilgreint nákvæmlega hvernig deilingin á að vera. Þú ert líka með, ég ætla að fara hérna aftur, einn möguleika til viðbótar og það er hér að deila þessu í Outlook sem viðhengi í Outlook. Og hérna er líka aukalega þessi hérna takki, Manage Access. Alveg eins og áfram til að skoða hverjir hafa aðgang að skjalinu. Þannig að, og hérna get ég bara hætti að deila því alfarið. Þannig að það eru alltaf fjölmargir möguleikar til þess að deila skjölum í Microsoft 365, svo fer ég hérna aftur í OneDrive og ef ég fer í My Files sem er hið eiginlega OneDrive með skjölinu mínum, þá er nákvæmlega sama þar, bara nákvæmlega sömu hlutirnir. Þetta er svona viðmótið sem þú þarft að læra dálítið á og ég var að dálítið við þessu að búa til krækju þar sem er opin öllum, en þú getur alltaf skoðað hverjir hafa aðgang að skjalinu og breytt deilingunum eða hent þeim alfarið út öllum þessum krækjum og öllum því sem þú hefur verið að gera. Þannig aðalatrið er að vita með hverju þú ert að deila, hvaða heimildu þú ert að gefa og helst ekki vera að gefa alveg opin skotleyfi á skjölin þín.